Góðan daginn, nú 10. júlí 2013. Ég og Eva Lára, við erum að fara að taka og skipta eldhúsinnréttingu hérna á Hverfisgötu 5. Og ég ætla nú kannski ekki að gefa sumarfríinu þetta, en það búið að vera svo leiðilegt veður, þannig að ákvað mér að drífa þessu. Ég er í 5-6 vikna fríi eitthvað svoleiðis. Og síðan við giftum þetta, þá var þetta svona draumur okkar að skipta þessa innréttingu. Það var reynda rosalega flott innrétting á sínum tíma. Ég held að Ingi Voga hafi smíðað þetta og ég veit ekki hvort að Jói Snæ var eitthvað í þessu líka. Þannig að þetta er rosalega vönd innrétting en hún náttúrulega svolítið barnsins tíma, þó að sumum finnast hún rosalega svona retro og flott. Og til dæmis hérna er þetta klætt hérna svona. Þess að hérna þegar við vorum lítil þá borðum við oft hérna. Það var hægt að draga þetta svona fyrir hérna. Það var hægt að loka þessu hérna svona. Og pabbi hérna bætti hérna síðan gleri hérna fyrir ofan. Og svo seinna setti hann þessar myndir hérna. Mamma heitti hérna alltaf eitthvað. Það er svona Wall of Fame hérna kallaði krakkarnir mínir þetta. Þó að þið séum ekki öll hérna, ekki pláss. En allavega við erum að fara að skipta þetta. Hérna hvort það er setjum eldhús. Þegar maður sér þetta svona sko, þá finnst maður að ég ekki vera ástæða til þess að skipta þetta. Þetta lítur náttúrulega bara út eins og nýtt sko. Pabbi reynda sko upphaflega voru þetta minni með gular plötur. Pabbi lét líma á þetta upp á nýtt. Og lét fræsa þessa lista í stíl við allt þetta. En þetta byrjaði allt hjá okkur að við vorum að hugsa að kaupa nýjan ísskáp. Þessi er hann svo lítill og leiðilegur og allt það. Og þannig að við vorum upphaflega að pæla í að fara að skeyta einhverjum ísskáp í þetta. En þá náttúrulega er það volumst hann er bæði mikið stærri og þetta náttúrulega passar ekki neitt. Þannig að við ákváðum að kaupa bara IKEA innréttingu. En eins og ég segi, þessi hefur verið rosalega flott. Hérna svona kústaskápur. Þetta er allt saman svona einhverjar rennihurðar sem er nú frekar leiðilegt. Þess að, sem ég segi, þetta var hægt að opna bara hérna svona. Það er smart. Og pottaskápur og búrskápur og svo eldavélin hérna. En það sem er aðalega trufla okkur að þessi skápur er alveg ónýtur. Hann er alveg orðinn fúinn og þetta lekur allt og þetta er alveg ónýtt í miður. En við ætlum allavega að kaupa, það voru búin að kaupa IKEA innréttingu sem að verði hvít og ég bara vona að pabbi og mamma verði bara ánægð með þetta. Ef þau eru að fylgjast með. Og við ætlum að breyta þessu. Töluvert, gera þetta svona nútímalega. Við ætlum að brjóta þennan vegg hérna. Það er að brjóta þennan vegg og það er að færa þetta rafmagn, kemur veggur hérna svona fram. Og ísskápurinn verður hér á hlið og ofninn. Og hurðin sem er hinum með vegginn, hún kemur alveg hingað, þannig að eldhúsið minnkar aðeins svona, en það verður opið beint inn í stofuna. Og það verður allt mikið svona opnar. Þessir efri skápar þeir fara og það verður allt öðruvísi. Það verður allt öðruvísi svona system. Þannig að þetta verður allt bara svona meiri heild. Þannig að við ætlum að borða bara inn í forstofunni. En það sem ég þarf að, það sem við erum að fara að gera núna, við erum að fara að rífa alla þessa innréttingu úr. Ég er að fara að smíða vegg, við erum að fara að brjóta þennan vegg. Ég þarf að leggja nýjar lagnir bæði brjóta upp á gólfinu. Við erum að setja bæði rafmagn og vatnsleiðslur inn í þennan vegg sem að kemur hér. Það þarf að færa þetta rafmagn allt saman. Auka rafmagnið, þú veist það er fleiri rafmagnstæki í dag heldur en kannski voru. Það þarf að færa ofnalagnir og svona ýmislegt og ýmislegt. Við ætlum að halda flísunum. Við ætlum að setja nýja flísarrindar á þennan vegg hér. Koma skápar alveg upp í loft. Og við höldum að þetta verði voðalega flott og þetta verður að mörgu leyti í þessum svona stíl sem í þessu fallega húsi. Takk fyrir. Við erum inn í eldhúsi.
Þetta er auðsjáanlega hérna rófin hérna fyrir þetta ljós og þessi rófi er fyrir hin tvö. Síðan er bara innstanga hér og náttúrulega hérna. Það hefur verið hérna rafmagn hérna innstanga hérna fyrir viftuna hérna inni og hérna hinum megin hefur verið kveikt á þessu ljósi sem að sem sagt er hérna undir og ef við tökum mynd hérna aðeins undir hérna þá er tengill hérna líka. En síðan notuðum við hérna bara fjöldengi hér og það fer þarna niður í vegginn. Og hérna síðan er það náttúrulega hérna bara ísskápurinn, hérna það er örugglega hérna tengi hérna bakvið hérna þetta. Þetta er, ég er ekki alveg hérna klára á hérna hvað þetta er. En ef þú tekur hérna mynd af hérna ofninum aðeins hérna. Það var sem sagt ofn hérna sem við erum búin að taka. Núna kemur veggurinn cirka hér. Og hurðin, ja nei, reyndar hérna. Þetta er rétt hérna hinum megin ofnin. Og ef við komum aðeins hérna hinum megin, að þá sem sagt er þetta, þú veist, í rauninni samtengt, ja nei, þetta er svona eiginlega hlið við hlið, já það er rétt. Og þetta er fyrir stofuna hérna. Og það er dyrabjalla hérna náttúrulega, hérna sem að þarf að færast eitthvað líka. Og þá kemur aðeins hérna. Og hér er tengill. Og þetta er fyrir hérna þennan kappa og svona og svo eru hérna útiljósin. Tengdi þetta. Takk. Hvað segir þið? Haldið þið komið út um gluggann? Nú koma hérna með bara svona. Jésus. Hvað það er? Já. Uppi. Det går den? Nej. Ej. Okay. Stopp. Hvað bort hans? Okay, veltu grút. Það verður að komast endan. Já, getur ekki opnað skúfun? Nei, hérna. Ok, slikar þetta. Er þetta svona? Nei. Sett aðeins niður áttum. Ég var að komast undir þetta. Æja, stöpp á vídeóið. Það er þetta á endanum, gamli minn. Já, þetta var svo ungur. Herðu, býðum aðeins með þetta. Tökum bara hitt. Ok, það er að stöpp á vídeóið. Jæja. Já. Hæ, þetta er þetta. Hengir á einni rafmagn. Já, það er rafmagn undir ekki. Já. Hinn áttina út, það ekki. Það kom það. Ok. Sjá. Herðu, nei. Hvað segir þið? Þetta spurningin er... Þetta er sundur eitthvað? Taka flísandur af þessu eða? Nei. Þetta bókast að slá þetta eitthvað sundur og komum við þessu svona?
Nei, þá fótbrýtur þig. Ég held að gerist ekki þá appir. Nei. Hvað er þungur? Það hendur svo út, eða? Nei, ekki þarna. Nei. En ég, já, hérna getur ekki verið hérna. Sérnum við bara svona. Það er að æfa. Hvað sagði hérna, jafnið hana? Já, það er ógeðslega leiðilegt. Wow, þú ert eftir að skera eitthvað á þessu. Nei, á ekki lyfta upp. Það er að lyfta þessu upp. Nei, þú veist, ég lyfti upp. Þannig að við setjum þetta upp á rönd. Þetta er ekki nóg, já. Þá gengur... Já, svona. Já, ok. Passa lofti. Ha? Það er veggi hérna. Ok, hvað snæði mér? Passa ljósið, já, ok. Vá, þetta er létt, sleppur. Passa ljósið, Rikki. Passa ljósið. Já. Lagi, passa járnið hana. Passa járnið. Nei, já, minnur. Það er bara mér hérna. Hérna, hendur sér bílinn. Heldur einhver vilja kaupa þetta? Það er svo slikk, gegn því ég var að sótt. Ekki bara að gera þetta með andlitinu. Jöfusins kraftur er þetta. 2 útferð. Gera þetta eins og Maggi gefur, þú veist, bara að fara í kamp. Bara 5 mínútur. Ég náði vídeo þegar þú varst að gera þig. Ok. Það var bara síðasta spýtan hérna út. Hérna við vaskinn. Búið að taka flísarnar, ef ég ger það á. Og hérna... Veggfóðurinn. Já, hvað er þetta? Veggfóður? Já, veggfóður. Þetta er ógeðslega töff. Svona? Já, málum þetta svona bara. Já. Nefnilega, slepp mér bara að mála þetta. Hörru, þetta eru alltaf búin að gera hérna sama dag. Hvað mánuð það var í dag? 10. júlí. 10. já. Adam kom að hjálpa okkur hérna á það. Og hvenær byrjuðum við að rífa þetta? Svona klukkan 5 eða eitthvað. Klukkan 5 og hvað er klukkan núna? Það er klukkan 9 eða eitthvað. Klukkan er 10:09, 5. 4 klukkutímar. 4 tíma að rífa alla sérindingu og henda þessu öll út í Bíl. Öll út í kerfi. Já. Það er bara frábært. Meira á morgun. Meira á morgun. Ha, hvað er búið að gera? Ha? Hvað er pabbi búinn að gera? Búið að taka allt eldhúsið? Já. Bara alltaf ónýtt. Já. Og amma? Var amma að passa þig? Passti á ömmu? Já. Líst þér ekkert á þetta? Nei. Líst ekkert á þetta? Drastlið. Hún er alveg gáttið á þessu. Já, það séu þið. Hérna er ísskápurinn. Ísskápurinn hér, já. Það sástu hvað sniðið þetta er. Vöku og draumi, þú verður í huga mér, sú ein sem af öllum ber
og enginn skildi keppa við í blíðu og stríðu baráttan heldur þér og gatan svo greiðfæri ef gengur þú við mínar hlið á ferð gegnum lífið sem fjölmargt að höndum ber eitt þó við eigum hér sem ekki virðist takast neitt Hún var að kvöldi ég horfi þér Já, mikið það undur við árin hafa litlu breytt Hún enn sem fyrr ekkert getur haggað því Þessi gamla ást sem alltaf verður fersk og ný Þú stelpan sem eindag kvöld Kystir unglingshræðin sem var alveg frá Ég ennþá þessi ástin sem þú kystir þá Leitað og spurt, sértu þar eða hér Því ég trúði að til værir þú Trúði og ég á þig nú Loksins ég fann þig Í hvað þú sást mig Ljóminn og brúnum augunum sker Áttu mér fast í hjarta til veistu að já, mér aðeins þú Sá ég þig fyrst sólgullur kvöld Sá þig og fann að hjá mér tókstu völd Því hjá þér ég hvíld finn og frið
bundin því við. Loksins ég fann þig, líka þú sást mig, ljóminn úr brúnu